Náttúrulega Ísland og Norður-Atlantshafið ótrúlega ríkt hafsvæði og býður upp á góð skilyrði til þess að ala upp ungana. Og Ísland hefur þetta merkilega hafkerfi hérna í kring sem býr til þessa ofsalega mikla bíómassa sem býður upp á skilyrði fyrir milljónir fugla, sjófugla og hvali og seli til þess að koma sínum ungum upp hér. Þannig að Ísland hýsir ótrúlega mikinn fjölda af kríum og 30 milljónir sjófugla í heildina. Þannig að þetta ótrúlega margir munnar sem þarf að fæða yfir sumartíman af ungum og hingað koma vegna þess að bæði aðstæður á landi til varps og eins fæðusvæði út í sjó eru til þess fallin að halda uppi þessu lífkerfi. So generally these birds that migrate are doing poorly. This is particularly the case for shorebirds that breed in higher latitudes. So in the Arctic and subarctic, what we see is that the phenology of their resources, the food that they feed on and give to their chicks to grow, it's moving within the season, so it's getting earlier and earlier. Þetta skiptir öllu máli að þegar ungarnir klekjast að þá sé eitthvað æti til staðar. Þessi sjófuglar ennþá að segja okkur það séu breytingar í hinu hafrænu umhverfi sem að við þurfum að halda áfram að fylgjast með og það hefur verið kreppa hjá kríunum í svolítinn tíma og sjófuglarnir geta virkað þannig sem svo fínir ávitar á umhverfi sjávarins og heilbrigði þess. Of course, these birds have to migrate. So some of them cannot migrate soon enough to adjust the laying dates with these earlier peaks of food resources. So that's why what happens is a mismatch between when the resource shows up or it appears in the wild and when the birds need it. So this used to be in tune and now it's getting out of sync. So we call this a trophic mismatch. And that's why we think one of the reasons why these birds are not doing so well.